Katrín Oddsdóttir hefur orðið. Ég ætla að byrja kollega mér að koma sér inn í salin sem allra snarast. En ég ætla að byrja því að þakka nefnd B fyrir þessar kynningar. Það voru góðar fannst mér. Gísli Eiríkur Villi stóð ykkur vel og Katrín að sjálfsögðu. Þetta gott að því ég heyrði fyrst þessa tillögu í gær og þá olli hún mér miklu svona áhyggjum og ég svona öruggar inn í mér í dag, en ég tek nú samt undir ýmislegt af því sem Erlingur var að tala þetta gæti verið eitthvað svona erfitt fyrir mér almenning að sjá ef að það ekki mikið samkvöld þarna að ræða. Þannig að, og svo eitt sem ég ætla að fá að tala sérstaklega og það eru áhyggjur mínar af þessum tímafaktor vegna þess að eins og ég skil þetta rétt, þá ekkert ákveðið hjá ykkur það hversu langan tíma þingið hefur til að ná þessum 2/3 meirihluta sinn forseta. Og ef það ekki ákveðið, þá skil ég ekki alveg hvenær kikkar inn þessi skylda starfsaldursforseta til að taka málin í sínar hendur. Og þá lýsi ég nú bara eftir einhverjum ramma þetta, vegna þess að ég þarf einhverja auknu öryggiskendum og þetta fari ekki bara í eitthvað endalaust hjakk og þetta takist ekki, af því að ég vil ekki heldur að þetta sé þannig að það sé kosi bara aftur og aftur og aftur, af því að fólk getur ekki komið sér saman almennilega. Þannig að ég, kannski þetta bara óöryggi það sem maður ekki þekkir, mannaflinn er oft þannig, en ég ennþá svona svolítið skelfd. Svo líka finnst mér þetta mikilvægt sem að Þorvaldur kom inn á með utanþingsstjórn, en við þurfum að halda einhverjum möguleika fyrir þannig þó ekki nema bara í algjörum neyðartilfellum, þá verður ekkert að vera hægt að bregðast við því að ekki alltaf kannski hægt að fara eftir þessum aðferðum. Að lokum langar við að tala þessa vantrauststillögu sem frábær og löng og tímabær og gott að hún sé svona jákvæð. Það mjög gott að auka ábyrgð þeirra sem að lýsa við vantrausti með því að biðja þau að koma þá með einhver aðra tillögu. En ég ætla að fá aðeins að tala orðalagið á henni. Ég nefnilega hef lært ýmislegt í stjórnlagaráði. Takk fyrir þessar frábæru vikur sem liðnar eru. Og eitt af því sem ég lærði orðið nástaða. Og ég held að það væri eitthvað svona, var svona í kistunni eða eitthvað nástaða, ég hef aldrei hert þetta áður, Þorvaldur kenndi mér þetta, en það þegar 2 orð eru of nálægt hvort öðru í setningu. Og mér finnst vera mikil nástaða þarna með orðinu tillaga sem kemur 5 sinnum fram í frekar stuttu ákvæði og sérstaklega finnst mér vond setning nummer 2 í fyrri málsgrein sem segir í tillögu vantraust á forsætisráðherra skal fer alls tillaga eftirmann hans eða hennar. Og ég held að þessi að gæti leyst þetta með orðinu tilnefning, að annars vegar tilnefning, það tilnefning eftirmann en tillaga vantraust. Þannig að ég segi að þetta geti leyst þetta vandamál og aðeins brotið greinin upp orðafarslega. En takk.